Hér kemur dálítið athyglisverð staða upp. Þessi staða kom upp ekki fyrir löngu síðan og hefur auðvitað oft komið upp hjá skákmönnum, en hún kom upp í deildakeppninni núna síðast í Íslandsmóti hjá einum félaga mínum þar sem að hann var með hvítt. Þessi staða er í jafntefli vegna þess að svartur er þarna með riddara en ekki með biskup. Æfingarnar sem þið hafi verið að gera með riddara og biskup og þið hafi fundið munin hvernig riddarinn er og biskupinn, að riddarinn getur ekki tapað tempói eins og biskupinn og ég ætla að sýna ykkur þessa stöðu. Svartur, það lítur út fyrir að hann sé að vinna, hann er með riddara og peð sem er alveg að verða drottning. En kóngurinn hjá svörtum er fastur í horninu og hvítur hleypur honum aldrei út til þess að kóngurinn geti farið og náð sér í drottning. Þannig að hvítur lék, hér sömdu þessir strákar sem voru að tefla þessa skák bara í jafntefli, en þetta er svolítið athyglisvert. Hvítur lék bara kóngunum sínum aftur hingað niður og núna er riddarinn algjörlega bundinn við það að passa þetta peð og verður að leika svona svo að það er eini leikurinn sem hann á, því ef hann fer eitthvað með riddarinn í burtu þá vekur hvítur upp drottningu. Hvítur heldur áfram og endur tekur bara leikinn og riddarinn fer á sama stað, skiptir ekki máli hvert hann fer og kóngurinn aftur niður og riddarinn aftur niður og svona er þetta jafntefli. Vinur minn sem lenti í þessari stöðu hefði líka geta verið svolítið skemmtilegur og látið alla sem á voru að horfa fá bara hjartaáfall með því að leika peðinu sín fram og segja drottning og þá hefðu nú einhverjir fengið hjartaáfall sem voru að horfa á þessa skák og hugsa með sér hvað var hann að gera. Nú var hann búinn að tapa skákinni og svartur hefði örugglega verið mjög ánægður að sjá að nú getur hann komið með riddarann og hjálpað og riddarinn drepur en kóngurinn fer á svartan reit og nú er það riddarinn sem á leik og nú skuluð þið sjá. Riddarinn getur ekki tapa tempói. Riddarinn kemur upp til þess að niður til þess að hjálpa kónginum að reka hvíta kóngin í burtu. En hvítur heldur áfram að gera það sama. Riddarinn gerir skák en kóngurinn fer niður. Riddarinn verður að passa þennan hérna hvíta reit. Leyfa ekki kónginum að vera á þessum reit og neyðan til þess að leika í burtu svo að svarti kóngurinn sé frjáls til þess að labba áfram. En riddarinn getur ekki sagt pass eða tapa leik og verður því að hreyfa sig. Leið og hann hreyfa sig, gerir skák, passar hann ekki þennan reit. Alveg sama hvað riddarinn kemur til með að hoppa mikið á borðinu og reyna hvað sem er, hann getur hoppað alveg endalaust, hann mun aldrei ná að passa þennan reit því hann fer alltaf frá hvítum reit yfir á svartan næst og þetta er líka jafntefli svona, en sjáum hvað gerist með biskupinn. Núna erum við komið með sömu stöðu áðan nema að þetta er biskup. Það er svartur sem á leik, hann gerir skák á kónginn, kóngurinn færir sér á hvíta reitin, það eru þessi tvei reitir sem hvíti kóngurinn verður alltaf að vera á, C1 og C2 til þess að meina svarta kónginum aðgang. Svartur verður að passa línuna C1 og aðalega F8 og hann fer undir peðið og hvítur fer áfram en í staðinn fyrir að gera skák aftur á kónginn þá fer hann bara á þennan reit. Kóngurinn verður að halda áfram og núna tekur hann reitin af kónginum svona og passar reitin á F8. Hvítur neyðist til að leika peðinu áfram eins og hann gerði áðan til gamnis. Biskupinn tekur og svarti kóngurinn kemur á þennan reit en biskupinn gerir skák, tekur á honum reitin, kóngurinn verður að fara og nú fer biskupinn einn reit áfram, passar áfram þennan reit. Þetta er það sem riddarinn gat ekki gert og nú neyðist kóngurinn til þess að fara í burtu.
fer í burtu, passar ekki C1 reitin, passar ekki B1 reitin heldur, og nú vekur svartur einfallega drottningu og vinnur. Þessna eru þessar æfingar sem við erum að gera, sem eru mjög léttar, afar gagnlegar.